Ég er svo pirruð, ég ætlaði að ná Pilates 8:20, svindlaði og mætti með Ólífu sko nokkrum mínútur fyrir í leikskólan til að ná því. Það var bara morgunumferðin í dag hræðileg og ég er mætt fyrir utan 8:30, þannig tíminn er svolítið byrjaður. En ég ætla að taka bara efri búk og kardió í dag. Gleymdi að taka með mér morgunveskið mitt í morgun með mér í gymmið. Þannig ég er ekki mjög fersk í dag. En ég fór á skálina og ég keypti mér gríska jógúrt, músli, hnetusmjöri, jarðarberjum, hvítum súkkulaðidropum og kasjúhnetum og döðlum. Já. Ég ætlaði sko að kaupa mér búst í Laugum eftir æfingu, en sorry, stelpuna sem vinna í búst svona matardæminu. Sorry, þú vinnur þar, en ég hef aldrei átt bara svona jákvæð, hressandi samskipti við neitt og gælan sem var að vinna þar í dag, hún eiginlega bara hunsaði mig og fór bara að afgreiða fullt af öðrum og það var bara gett spes, þannig að ég hætti við að kaupa með bústinn og ég fór bara á skáluna og fæði mig þar. Ég er á leiðinni í neglur, ég er ekki búin að vera með neglur síðan í júlí, tók mér smá pásu út af ég var broke í sumar. Hún var að fá mér svona bleikar, svona nude bleikar bara allt ár, bara síðan í janúar. Haustin fæ ég mér oft svona vínrauðar eða svona rauðar, en ég veit ekki hvort ég sé komin, það er kannski meira svona október fyrir finnst mér. Ég veit ekki hvort ég fari bara í sama basic eða einhvern lit. Ég fekk mér bara same old, stuttar almond og svona frekar ljós nude bleikar. Ég fá mér eitt seinniparts kaffi. Öll röðin eru skítug, en ég er að sippa það sem ég hata alltaf af því mér líður bara sem ég sé að lita tærðum mína gular þegar ég drekk kaffið svona. En eins og ég sagði áðan, þá glemdi ég snyrtiveskinu mínu heima og rakakremið mitt er í því. Ég er með eitt í snyrtiveskinu og svo er ég með eitt í skápnum hér. Keypti þetta í gær. Það er búin að nota þetta. Þetta er alltaf í snyrtiveskinu mínu sem er svona morgunkremið mitt eiginlega og þetta er þá svona kvöldkremið mitt eiginlega meira illt samt að nota núna. En ég er alveg frekar heppin með það að ég get nota hvað andlitskrem sem er. Húðin mín er yfirleitt bara frekar góð. Ég er ekki mikið að fá eitthvað svona breakouts. Þannig ég ákvað bara að kaupa bókslega ódýrasta sem ég sá, þetta Nivea. Húðin mín var smá leiðileg í sumar út á Tenerife, út af því að ég var, ég var ekki að þrífa hana eitthvað rosa mikið. Ég bara var eiginlega ekki að gera neitt skincare á meðan ég var úti. Ég var bara með sólarvörn á daginn og já, ég gerði eiginlega ekkert við húðina mín úti, þannig ég fekk smá bólur þar því ég var ein að fara hér. Og húðin mín varð mjög þurr eftir tenni, þannig ég er búin að reyna svolítið að nota maska og svona eitthvað auka rakagefandi. Ég er sérst komin í helgafrí, það er föstudagur og við ætlum bara að panta pítsu í kvöld. Reyna að gera það smá hefð fyrir Oliver að hafa kósí kvöld, þannig að pítsa, vanlega bökum við pítsu en ég ætla bara að panta pítsu í kvöld. Þannig að á föstudagur verður svona pítsa, baka pítsu og síðan velja Disneymynd og horfa saman og með snakka og eitthvað. Við ætlum að kaupa pítsu á eftir og kannski smá munns og hafa bara mjög kósí kvöld og svo þegar hann sofnar var ég að pæla í að henda einum svona á mig. Ég á reyndar annan í ísskáp, kannski ætti ég að setja þennan í ísskáp líka. Ég elskar svona kalda maska. Ég fekk líka í jólagjöf þetta eru allt einhverja maskar. Blueberry Clay, eins og að sjást eitthvað á honum. Þetta er Blueberry Clay Mask, Shea Butter Clay Mask, Banana Clay Mask, Strawberry Clay Mask, Coconut Clay Mask og Vanilla Clay Mask. Er þú bara komið með banana? Tókstu bara banananum sjálfur? Mamma Gate. Mamma Gate? Já. Ok, Ólafur er greinilega búinn að fá sér banana. Mamma Gate.
Já, Ólafur er líka geit. Við erum geituð. Já. Já, takk þann. Getur þetta líka? Þetta? Ó, þetta er erfitt. Góðan daginn frá okkur Ólafur. Segðu góðan daginn. Ólafur situr hérna hliðum og horfa svo ég fái smá frið. Hann var að heimta fyrirleik sem uppáhaldsleikurinn hans. En ég ætla að sýna ykkur. Ég var að fá töskuna í gær sem að þeir sem horfa á seinasta vlogg vita að ég fékk þessa tösku sem sagt senda í pakkanum sem ég pantaði og þetta er vitlaus taska. En ég mátti halda þessari og sækja nýju. Það er bara svona fullkominn starf fyrir það sem ég hafði í huga fyrir þetta að vera svona Pilates taska mín. Það stendur hérna in my Pilates era. En þú veist, út af því að ég lyfti og ég fer í heitatíma og núna Pilates og ég er alltaf með svo mikið af dóti sem ég þarf ekkert að vera með öllum dögunum. Eins og þegar ég fer í Pilates. Eins og núna ætla ég bara að setja heyrnartólin mín. Ef ég skildi, ég hefur endur ekki tími í þetta dag en ef ég skildi að taka smá tröppur eftir tíma. Greipsokkarnir mínir. Ég setja eitt spray líka onni, bara svona in case. Svo ætla ég að setja brúsa minn og eitt Happy Hydrate perubragð. En ég er sko efst á biðlista í Pilates klukkan 9:20, hún er alveg, klukkan 9:30 og klukkan alveg að vera 9. Þannig ég er bara að fara með Ólafur í pössun til mömmu í vinnuhelgi og Brynjari og ég ætla bara að mæta og ég ætla bara að sjá hvort það sé ekki laust fyrir mig af því ég er þú veist efst, það hlýtur einhver að vera að beila sem að er skráður. Ég ætla komin í World Class Gymwear, wrap-bólur, metta, toppur og svo Kensen íþróttabuxur. Svo greipsokkarnir, mikilvægir. Þannig að ég er bara að reyna að mennta mömmu og reyna að ná Pilates. Ég er að leiðin í tíman, það er bara kortur í hann, ég er næstu í komin og ég fekk reynilega pláss í tíman, ég vissi það ekki. Ég finn svo pirrandi að svona mæta og kannski ekki komast, þannig að ég er alveg bara smá svona ég hefði þurft að bíða líka þannig að klukkan væri orðin hálf og þá eitthvað svona stokki á bekk en núna get ég bara farið beint inn og fengið með bekk þess að ég er alveg að mæta tíminu fyrir í tíman þannig að smoothie-ból með granola, kasjúnetum, höfrum, rúsínum, kókosflögum og netismjörsklessu og svo skjama. Herðu, góða veðrið heldur bara áfram og áfram. Það er bara búið að vera bongó í dag og ég og Ólafur, segja hæ. Við erum búin að fara út á Róló, kíkja á Brynjar í vinnuna, baka pönnukökur og núna ætla ég með hann í búðina af því að við langar í eitthvað svona Starbucks kaffi og ég á ekki svona karamellu eins og ég setja óslega oft í glasið mitt og allar uppskriftir sem ég TikToka eru með karamellu í þannig ég ætla bara að kaupa karamellu. Planið var líka að hafa svolítið fancy dinner í kvöld, hafa steik og kartöflur og sveppi og eitthvað þannig ég þarf að kaupa steik fyrir Brynjar. Held að ég ætla bara að vera í meðlætinu í kvöld en já. Kíkjum í smá búðaferð. Karamellu og hvít. Það er svo mikið skemmtilegt í ferðakaup og ég sé það litlar cast-iron pönnur. Þessi kostar 3529. Mér finnst það ekki mikið og það myndi akkurat komast ein steik hérna fyrir Brynjar. Ólafur, ég var að taka þessa? Já. Já eða nei? Já. Já. Sett hún í? Já.
Þá höfum við hérna eitt karamell, hvað hétt þetta aftur? Karamell macchiato, karamell ice coffee. Lítur bara frekar vel út, taste-testum þetta. Sko ég er náttúrulega ekki að nota kaffið mitt, ég er að nota svona úr dós frá Starbucks. Hvernig er í fókus? Það stóð alltaf að það væri double... Er þið á hér? Já. Það var double espresso shot með mjólk. Þannig að þetta er, já. Nei, hér. Dóli Ég hér. var bara svona karamell klessu upp í mig. Sko þetta er gott. Þetta er gott. En ég held samt að þetta hefði verið betra með mínu kaffi. Já, þetta hefði örugglega verið betra með mínu kaffi. Það er eitthvað svona smá spesbragð að þessu sem er örugglega frá kaffið. En ég ætla að drekka þetta. Skál. Jæja, hálfur hörðu, það þrjá gólfið. Það þrjá mig. Þrjá gólfið. Þrjá hérna. Þrjá hér. Gólfið og... Takk Oliver. Mikið. Takk Oliver. Já, þetta var allir drikkur minn. Maturinn minn er ekki gildilegur, en þetta er svo gott. Þetta er alveg nóg fyrir mig. Ég var ekki búst þig. Mamma. Maturinn er svo vel. Smakka. Já, þetta smaka. Smaka eitt bita. Það? Þetta er gott. Þú segir þetta, það fyrir að vera. Pappi, Smaka þú. Pappi, enda kjaki. Þetta er gott. Mamma, enda kjaki. Já. Ok, þá er klukkan orðin 9:30 og ég er komin með bleikan maska framan í mig. Þetta er Shebutter maskin úr silfurlitu pakningunum sem ég var að sýna ykkur í byrjun myndbandsins. Ég bjóst ekki að hann væri bleikur. En cute, vonandi bara að gefa á mér úr mikið raka og gló. Natalia Riksuga er þarna að vinna. Ég kom til teppi. Íbúðin er orðin bara nokkuð hrein. Haustkerti og karamellpopp og besti drikkurinn. Og ég ætla að halda áfram með Molly May þættina. Þetta er þannig sería, eða part 2 af seríu 1 þættinir. Ég kláraði það aldrei, ég byrjaði að horfa á það þegar þeir komu út, en ég bara einhvern veginn, þeir komu einhvern veginn svona út á tíma sem ég bara var ekkert að horfa á sjónvarpið, komur ekkert í vor, já. En núna, þú veist, ég er búin að horfa á öll vídeón hennar bara nýlega sem ég er búin að missa og ég er búin að horfa á Emma Pritchard, hún er líka mjög skemmtileg. Og ég er bara svona dottinn aftur í svona raunveruleika YouTube-gýr, þannig að ég ætla að klára þættina. Ég er mjög spennt að klára á. Og ég er bara óslega kósí kvöld, þannig að já, góða nótt í sérmáli. Góðan daginn! Ég var að gera besta kaffi, eða svona topp 5 besta kaffi sem ég hef smakað. Ég gerði, þú veist, kaffi mitt fyrir TikTok og nú er ég að gera kaffi fyrir Brynjar í vinnuna af því mér fannst það gott að mér finnst að hann verði að smakka þetta. En þetta er sem sagt brown sugar, cinnamon, cold foam, iced eitthvað, latte kaffi eitthvað og þá ger ég basically bara svona mix, þetta er rjómi, ég setti þetta vanlega prófbút út og mér finnst það svo gott. Rjómi, prófbút, kanilsykur, púðsykur, vanilladropar, hvítsúkkulaði, bara smá á hverju og blanda í, þú veist, kaffi og með karamelluglasi og eitthvað svona og þetta er ógeðslega gott. Þannig já, ég er að fara með það til Brynjars. Myndavélin mín er að blikka batterístöð þótt ég var að hlaða henni í nótt af því ég held að hún hafi verið opin í sófanum, eða kveikt á henni, þannig hún er greinilega búin að tæma batteríið sitt. En ég og Oliver erum að fara að hitta Natalie smá í Hafnarfirði og við ætlum að taka svona klukkutíma göngutúr, róló og hitta svo stelpunnar á Brygg. Þannig að ég er komin í gallabuxur aftur, ég ætla reyndar að vera örugglega í
aðeins haustlegri peysu, svona prjónuð golla. Og já, komum okkur aðeins út úr húsi. Já, komum með okkur þangað. Ok, nei, þetta þriðja ískaffi mitt í dag. Fyrsta var bara svona venjulegt basic eins og ég höfum alltaf. Annað var brown sugar uppskriftin sem að ég talaði áðan sem ég postaði á TikTok. Og ég ángast búin að kreifa annað þannig síðan ég fekk mér það. Þannig ég reyndi að berjast við það en ég fekk mér annað kaffi. Og þetta bara það besta sem ég hef smakað. En að því það er sunnudagur þá smá svona reset dagur í dag. Ég fara að gera nýjan matseðil fyrir vikuna, nýja æfingar, skrá niður allar æfingarna fyrir vikuna og bara svona fara yfir næstu viku. Ég ekki búin að gera matseðilinn en ég sagði sem vídeo ég ætla að reyna að deila með ykkur alltaf hvernig vikan lítur út í matseðilinn þannig ég skal setja mynd hér, edita inn á eftir á. Vonandi hann flottur og skemmtilegur og góður. Þannig já, ég ætla bara að setja aðeins hérna með besta kaffi í heimi og resetta vikuna mína og klára gangur smá þvotti. Ég tók smá tiltækt eftir bara áðan en ég þarf að klára gangur smá þvotti. Og ég segi bara takk fyrir að horfa á annað septembervlog. Ég að spamma þessu inn núna þannig að það er gott að þið subscribeið og likeið ef þið að horfa og finnst gaman og viljið fá fleiri. Og við sjáumst bara bráðum. Bye!